Hér opnar nemandi gagnvirkt skjal sem kennari hefur sett upp í Feedback Fruits í Canvas. Fyrsta skrefið að kynna sér leiðbeiningar kennarans. Því næst kemur skjalið sem nemandinn á að lesa og fyrir neðan kemur fram hvað nemandinn á að gera. Og það fer eftir því hvað kennarinn valdi í uppsetningu skjalsins eða verkefnisins. Nemandinn á í þessu tilfelli að lesa skjalið, svara einni spurningu, taka þátt í umræðu og stofna eigin umræðu. Nemandinn byrjar á að opna skjalið. Þetta enda bara eitthvað gerfið dæmi upp á eina síðu, gæti þetta verið langur fræðitexti. Nemandinn byrjar á að lesa, en hann getur stækkað og minnkað letrið. Hér hefur kennarinn merkt textabút og sett upp umræðuþráð, þar sem nemandinn á að útskýra eða velta fyrir sér. Nemandinn getur skrifað, búið til hljóðupptöku eða sett inn viðhengi. Og nemandi getur líka sett athugasemdir við innlegg annarra nemenda. Örlítið neðar fjölvalsspurning sem nemandinn á að svara. Efst á skjánum getur nemandinn fylgst með eigin framvindu í verkefninu, þar að segja ef verkefnið gildir til einkunnar eins og hér Það kemur fram að nemandinn á enn eftir að stofna umræðu og til þess notar hann plúsnappinn neðst til hægri. Nemandinn bæti við eigin framlagi og fer nú tilbaka. Hér kemur fram að hann hefur lokið öllum þáttum verkefnisins. Og hér sést að kennari hefur birt einkunnir. Kennarinn getur fylgst með framvindu verkefnisins efst á verkefnissíðunni og til dæmis séð hvernig nemendum gengur að svara spurningunni sem að látum fylgja og getur auðvitað fylgst með og tekið þátt í umræðunni. Gagnvirkt skjal eða þessa verkefnistegund hægt að hafa einfaldari en hér var sýnt eða flóknari til dæmis með fleiri spurningum sem nemendur að svara og fleira. En þetta komið í bili. Takk fyrir.